Þetta er þemalægir. Tímavarp með Tóna og Tótó. Þórhallur, við höfum fengið ábendingu. Já. Velkomin bæði í tímavarp með Tóna og Tótó. Sigurður Antoni og Þórhalli. Já. Við höfum fengið ábendingu eftir fyrsta þátt að við höfum ekki kynnt okkur. Nei, við glemdum að kynna okkur bara í byrjun á síðasta þætti. En sýnir það ekki bara hvað við erum miklir fagmenn að við setjum málefnin fyrst? Jú, akkurat. En mér langar, fyrst, ég heiti Sigurður Anton, ég er kvikmyndagerðarmaður og uppistandari og elskhugi. Þú heitir Þórhallur? Þórhallur Þórhallsson, ég er uppistandari, leiðsögumaður og fyrrverandi elskhugi. Þú lendir í bítlamaníu fyrir í dag. Ó já, það var allt vitlaust. Ég lendi í svona sem öllu finnst skemmtilegast í heimi. Það er svona hópur af fólki sem er í svona að sanna stigum í einhverjum svona ratleika eða stigaleika, hvað sem hún kallar þetta. Það er fátt skemmtilegra heldur en svona hópur. Og ég man því ég var að vinna sem leiðsögumaður við því að labba niður í bæ með túrista svona city walking. Allt sumarið eða þú veist þetta var bara endalust. Ég þarf að mynd með túristum og en ég var núna áðan bara heima í Kópavoginum. Það er eitthvað svona hópur af einhverju fólki ég sé svona nokkra hópa og þeir nokkuð auðvitað að vera í svona einhverju leikskilu, þeir eru með síman uppi og svona, þú veist, blað og penna og þú veist eitthvað og ég er að labba með hund og ég heyri svona bara, hann er með hund og ég ok, það er eitthvað svona og þau mig við klappa hundinum, já, svo svona horfir ein stelpan á mig og selfie, já, hún tók selfie og svo hvað heitirðu? Ég Þórhallur, hún ég fann frægan og þau voru öll svo confused hinn og þau voru hvern? Þórhallur hver, skilur. Kannski heldur hún væri frægur hundaeigandi. Hundalabbari, frægur dog walker. Einn frægasti hundalabbari í Íslands. Þórhallur. Það eru nokkur frægi Þórhallur, þannig að spyrja hvaða Þórhallur hún held ég væri. Haldur væri Þórhallur miðill? Ég geti að verið Þórhallur Gunnars, geti að verið Þórhallur sem leik í Íslenska draumnum. Já. Heitir Þórhallur. Geti að aldrei að ég væri ekki faðir minn. Nei, en kannski hinn Þórhallur Sigurðsson. Já. Það geti verið það geti mögulega. Sem er 90 ára gamall. Já. Mér alltaf langar til að halda svona fund og fá alla Þórhalla. Ég reynda voru eins og ná fundi, ég, pabbi og Þórhallur Gunnars á Stöð og hvort það var einn í viðbúð, það var eitthvað meiri hlutin í náttúrulega Þórhallur, þetta er mjög furðulegu fundur. Það en til þess að kynna þig kannski betur, þá er ég hér með hraðaspurningar. Vá. Sem ég fann. Og þetta er eins og hraðaspurning, vegna þess að við höfum heilt ár að vara í gegnum, þannig að ég vil bara tja. Herru. Reynsa heilan. Hvenær fórstu síðast í hláturskast? Gær. Hvað orð finnst þið falleg? Smjörklípa. Er það hvernig þau hljóma eða hvað þau þýða? Hvað þau þýða? Og hvenær varstu síðast stónaleg? Hæ? Hvenær varstu síðast stónaleg? Eða dónalegur? Já, gær. Hvað er það við stað sem gerir hann kósí? Það er hljóð. Hvað finnst þér erfitt en gefandi? Lífa lífinu. Hvað finnst þér sumar á Íslandi? Það er ótrúlega mikill svikari. Hvaða afrek hafa gert þið stolta? Fitnessmaður Íslands. Notar blýant eða penna? Ef þú gæti verið hvar sem er, hvert í heiminum myndirðu vilja fara? Og bara einhvers stað sem er heitt og bjór. Myndirðu vilja vera hér? Já, ég elska að vera hér, akkurat núna. Hvað er það fallega sem þú hefur séð? Þú núna fyrir fram mig. Hvað er mikilvægt í fari fólks? Það er að vera kurteis og góður. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Vera með uppistand og grínast og fíblast. Manstu hvað flík þú ferði fyrst? Soka. Hvernig væri best að taka á móti þér þegar þú kemur heim? Hæ! Og loka spurning, myndirðu vera alltaf hjá mér? Já. Fyrir forvitna þá eru þetta þessar spurningarnar úr laginu í löngu máli með Unu Torfa. Það er svoleiðis. Og ég ákvað það vegna þess að hún fæddist hvaða ár? 1991 kannski? Nei, árið 2000 sem er 9 ár eftir 91
og það mér það bara að passa við. Ok, þetta meika engan sens. Þetta meika fullkomlega sens. Fyrsti dagurinn á 1991. Er hún svona ung? Hún er... Það er náttúrulega engin ungu þótt að sé. Nei, ég er bara hún svona gamall, mér finnst... Hún er þá á 25. ári, annarkvort að verða eða... Já, hún er ekkert ung. Fyrsti dagurinn, 91, var þriðjudagur. Já, ég man þetta. Bara láta, já. Tótó litli var 7 að verða 8 og Tóni var í mallanum mömmu fyrir helming, en hress og kátur. Já, þú fæðist sinnar. 21. júní. 21. júní, maður. Manst þú hvað þú fórst að gera áramótin? 7-8 ára? Já. Nei, það var fyrr, ég var okkur 5 ára þegar ég var út í Bandaríkjunum yfir jóla áramót og ég vissi ekki fyrir mörgum árum seinna að þetta hefði verið yfir jól og áramót af því það var, þú veist, sól og bara 5 ára hausinn minn var bara eitthvað var eitthvað svona rifjað upp eitthvað já, við vorum annað, þú veist, eitthvað nei, þetta vorum jólin og áramót ég eitthvað, það bara meika ekki sens. Hvað er í Bandaríkjunum það? Orlando okay, og pabbi var að horfa á live eitthvað frá Times Square og þar kemur atriði Sugar Cubes spila og það náttúrulega var bara þvílitt bara að sjá eitthvað íslendinga bandarísku sjónvarpi að spila, skilur, bara á Times Square. Þetta var huge dæmi. En það var samt ekki 91? Nei, það var ekki 91, það var svona 89. Okay, ég man ekkert hvað ég var að gera, 7 ára. Hvernig var ég að munna það? Nei, ég bara dætti að tjekka allavega, kannski hvað veit. Þú spurði mér líka, ég held ég geti sagt þér bara strax. Ég man aldrei neitt hvað ég var að gera á áramótunum, saman hvað ár það var. Ok, við skulum Sorry. Nei, allt í góðu. Við skulum setja sín. Já. Á Íslandi byggu 257.797 einstaklingar. Wow. Pældi því. Já. Nú er næstu 400.000. Það er ekki alveg tvöfaldast, en ekkert langt frá því. Nei, við stækkum ört. Samkvæmt vinkonu okkar, henni verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands, svígula vinkona. Þá samsvara 1000 krónur í dag 232 krónum á árinu 91. Smellkúlur voru nýja stæðið. Varstu þessi smellkúlum? Smellkúlur? Þær tóku við á jójóinu. Smellkúlur sem á ensku heita clackers voru leikfang samsett úr teini, bandi og 2 plastkúlum. Þessu var síðan sveifla fram og tilbaka og skella kúluna þá saman með ógnarhraða og viðeigandi háa sem foreldrar og kennarar. Bara svona... Já, ég myndi að segja. Ég held ég veit ekki hvað þú tala Það er þetta hér. Oh my god, já. Áttur þú svona? Já. Varstu óþólandi með... Alveg potið, sko. Þetta er bara eitthvað sem að gerir háaða, skilur. Já. Og það er náttúrulega þegar þú ert 7-8 ára gamall, þá er háaði það besti í heimi. Já, ég kannast þetta. En áttur jójó fyrir það? Manstu eftir skiptinu frá jójó yfir í smellkúlur? Ég átti jójó, ég var ekkert góður, en ég man að, þú veist, maður gætt að labba með hundinn og ég gæti ekki gert F-turnin eða eitthvað svona þannig trikk, sko. En hefur þau kannski haldið áfram? Það var í dag jójómestari. Hver veit? Tótó jójó. Bensínverðið var eftirfarandi. Ég fann frægan! Tótó jójó! Þetta er hundinn! Já, ég var að tala að ég hef verið með alvöru hund. Ég var með jójó. Tótó jójó. Bensínverðið var eftirfarandi. Blýlaust 68 krónur, super 61. Wow. Ég veit ekki hvað það þýðir. Ekki heldur, bara hljómaði vel. Dollarin var í kringum 61 krónu. Herðu, hér eru tölur úr búðinni. Saltkjötið á Sprengidag kostaði 389 krónur kílóið í bónus. Haltu kájóð, maður. Meter af rauðgreini jólatré kostaði 600 krónur í Alaska. Maður setur Alaska. Já, það var í breiðholtinu. Já, meðal annars, já. Og ís í brauðformi án dífu kostaði 90 krónur, það sem ódýrast ís sem fékkst. Já. Það var nú til einn ís fyrir 90 krónur. Haltu bara, þú veist, á ykkur. Hefur lent í að vera í ísbúð og biðja orð ídífu en ekki dífu? Örugglega, býtu. Það gerir sem verið mjög að fólk tegur svona skref frá mér sem er með mér. Það er svona... Fá eina ídífu? Já, nei, fá... Fá eina dífu? Já, nei, fá hérna ís í brauði og svona karmelu ídífu. Og fólk er bara eitthvað, hvað?
Ég veit ekki, er það ránt? Ég segi þetta alltaf held ég. Skrifið inn, ef þið segja Þetta er að segja E-Diva sé ránt? Já, E-Diva er eins og fyrir snakk, en Diva er... Ég held þú sér bara búið til nýjan 8 hjá mér. Nú ég bara að fara yfir allar ísbúðaferðir sem ég fara á æminu og hef ég alltaf sagt þetta. Bara verður það góði. Þú hlýtir, Kristín verður búin að benda þér á eða... Ís með dífu, jú, ég segi ekki E-Divu. Hvað er þetta? Það láta mig efast um mig. Ég vil bara segja. Ég hef bara komin í nett panik. Ég lendi í þessu stundum, þannig já. Hér eru kominir að pínum persónulega fyrir þig. Ok. Vegna þess að geitarskegg var í tísku hjá kallmönnum 19... Þetta segja að ég hef verið fitt af velinn sem fullorðinn maður 91. Já. Sko, fyrst samt við skulum á það reynu, geitarskegg eða goatee, hvort er það þeir tala um það sem við höfum kallað donut, ég vil meina goatee sé sko bara haukutöpur já en það er kannski beinsmjöndi milli manna það er, já, ertu þá ekki með þú smá allavega meira á haugunni skilur að því geitur er ekki yfirvaraskegg nei, það er með svona svona sítt allavega aðeins á haugunni skilur donut er bara hringurinn skilur já þannig að þú getur verið með stuttan hring skilur en þeir kalla það geitarskegg og sem dæmi nefndi þetta blað menn eins og Charlie Sheen, Mickey Rourke, Robert Downey Jr. og Jón Baldvin Hannibalsson. Wow. Já, ég man eftir Downey þá var hann með svona örmjótt eða ekki, örmjóðan. Jú, hann er ennþá með, þú veist, hann er búin að vera núna í 40 ára eitthvað meðan hann með þetta gerir. Já, þetta er bara svona eins og pennastrykk svona. Já. Madonna var aðal tísku fyrirmynd kvenna, fjaðraskraut á kjólum, blúndur og sokkabönd og brjóstahaldarar kom aftur í tísku. Já. Eftir að feministar margir sem ekki alveg hafa brendu brjóstahaldara og svona, þá kom þeir aftur í tísku. Var Madonna þá með hérna... Já, og með keilunar. Já, ég bara sé það strax fyrir mér. Forseti Íslands var Vigdís Finnbogadóttir. Sjálfsögðu. Þú varst með mynd af henni upp á vegg. Já, mikill aðdáandi. Við skulum fara í gegnum atburði 91. Já. 3 svona stærstu, við förum ekki gegnum, þú veist, hérna, hvert einasta atvik í því, en 3 stærstu hlutin sem gerist var að Sovjetríkin fjallu, það var Persaflóastríðið og borgarastyrjöld í Júgóslavíu. Já. En 1. janúar, fyrsta dag ársins, íslenska skipaflutningafélagi Samskip hóf starfsemi. Já, það er ekki eldra en það. Nei. Já, ég er alltaf að koma upp með það ég er gamall. En ef þú hugsar, Eimskip er, þú veist, 100 ára eða meira. Já. Herðu. Þetta er náttúrulega, þú er 91 og þú er orðin 78 ára gamall. Samskip er eldri ég, þannig að fyrir mér gæti alveg verið 100 ára. Já, einhverjum mánuðum. 1. janúar, sama dag, Sigríður Snævar, með 2 erum, var fyrst íslenska kvenna skipuð sendiherra landsins erlendis. Já, hvar? Það var í Svíþjóð. Og það sem er merkilegt við það, fyrir utan þetta, frábært og merkilegt, en að árið 2007 varð þessi Sigríður Snævar elsta kona Íslands til þess að eignast barn, 55 ára gömul. Svo vita sér. Paldið að lifa því lífi, hún heldur hún píkað, hún er fyrsta kona Íslands til þess að vera sendiherra, svo 20 ára setna, bara elsta kona til þess að eignast barn. Wow. Hún, ok. Nei, já, eitthvað finnst mér muni eftir þessu eitthvað. Hvað sagður hún á gömul þá eignast? 55, árið 2007. En þetta, 2007, kannski hefur einhver eldri þá, en hún var þá þessu tíma. Já, þetta er náttúrulega, fólk er orðin aðeins eldra núna en í gamla daga, skilur. Mamma var 35 þegar eignast mig og það var eiginlega bara, og næstu bara vöru við að gera þetta bara, skilur. Hvað? Þetta sé hún á að gera smistur Nei, bara flott hjá henni En þú veist, hún sagði þú var sagt að miklu líkur að barnið verði eitthvað skrítið Já Og það sem betur fyrir Nei Það er allt í lagi Engin venjulegri Hæ? Ég hefði giskað það myndi ég held að móðin hefði verið bara sko 25 bara Já, hún leit út fyrir það Já, rosa
Rósa skvísa maður. 4. janúar, öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi meðferð Ísrael og Palestínumönnum. Sem betur fer en það búið, þeir fordæmdu og því var lokið. 16. janúar, Persaflóastríðið hófst með loftárásum Bandaríkjamanna á Írak. Já. 17. janúar, Haraldur V varð konungur Noregs. Hver Bandaríkjaforsetið þannig? 91, er það? George H.W. Bush. Já. Herbert Walker Bush. Faðir George Bush. Georg eldri. Sem að tók síðan the sequel af Íraksstríðinu. 17. janúar, eldgos hófst í Heklu. Það var fremur smávægilegt og talið að varla hafi komið minni gjóska upp í nokkru eiginlegu Heklugos á sögunum tíma. Manstu þessu? Nei. Það var svo smávægilegt. Já, greinilega. Þetta eitthvað sem hættir að muna. 3. febrúar, fárviðri gekk yfir Ísland og var mikið eigna tjón. Sterkasta vindhviða sem mælst hefur á Íslandi, 237 km á klukkustund, mældist í Vestmannaeyjum. Já, þetta var bara versta veður. Já, ég man eitthvað svona óljóst eftir þessu. Þannig að vita allir, myndi ég halda Íslandingar af þessu, af því hverskipti sem stormur í Íslandi þá er alltaf, þetta er ekki eins slæmt og 91. Já, það er alltaf, já, ég man. Þú maður segði, varstu hræddur? Hérstu myndi fjúka burt, segði mamma haldi í mig. Mamma! Ég veit ekki að hverju beittist í geit, það er okkur skeggið. Það er skeggið geitartamurinn. Mamma! En ég átti tvo, við vonum 3 burar og 2 aðan fugu í burtu þannig. Ég er búin að vera einn síðan. 15. febrúar. Já. Dómstóll í Michigan bannaði læknunum Jack Kevorkian að aðstofa fólk fyrir að fremja sjálfsmála. Dr. Death. Já, Dr. Dauði. Dr. Dauði. 7. febrúar, írski lýðveldisherinn gerði sprengju vörpu árás á Downing-stræti 10 í London, þar sem ríkisstjórnarfundur stóð yfir. Manstu þessu? Ég var bak við þetta. Þú varst litli írinn. Já, maður svona, þú veist, hvort ég muni eitthvað eftir þessu akkurat þá eða, þú veist, maður lesið þetta seinna, skilur. Já. Ég náttúrulega var ekkert það gamall. Þú manst ekki að hafa verið eitthvað svona, ekki fara til London, það er eitthvað. Nei. 20. febrúar, þyrla landhelgisgæslunnar vann mikið björgunar afrek. Er allri áhörp Steindórs GK, 8 manns að bjarga eftir að skipi strandaði undir Krísuvíkurbjargi. Vel gert. Vel gert. Pínu samt, má segja, fyrirsjálegt, þetta heitir Krísuvíkurbjargi. Ég vissi strax það var, hvað umuli orðabandar er bara að koma núna. 1. mars, Ólafsfjarðargöngin formúla opnuð. Þau voru lengstu Leggöng, sagði það? Þau voru lengstu veggöng á Íslandi 3400 metrar. Lengstu leggöng var mamma henni. What? Ólafsfjarðar Göng? Já, skal ég kalla þau? Hvað? Ólagöng. Ólagöng? Já. Vá, byrjar að því bara 91 þegar það var 7 ára gamall. Ólagöng. Og það hefur enginn tekið þetta upp. Enginn einn. Ég held að þetta myndi slá í gegn, sko. Ég skal reyna að byrja með þetta. Þetta er alltaf komið hingað. Já, fórstu Ólagöngin? Þetta er komið upptöku, þannig að þegar einhver byrjar að reyna að taka kredit, þá er þetta nei. Það er enginn. Þetta er glata. Bara, þú veist, ef ég vissi að þú myndir nenna þig, þá myndi ég byrja að klippa það út. En við höldum þessu bara. 3. mars, upptaka náðist að því þegar nokkri lögreglumenn í Los Angeles spörðu á Rodney King, leigubílstjóra, sem var kveikjana mestu óerðum í sögu borgarna. Við töluðum þetta í síðasta þætti, því hann dó 2012. 20. mars, styrsta ræða í sögu Alþingis var flutt. Hún var svo hljóðandi, virðulegi forseti, álverið rísi. Ræðumaður var Ásgeir Hannes Eiríksson í Borgarafloknum. Nó. Myndirðu segja að þessi ræða hafa elst vel eða illa? Ég held að hún hafi bara staðist tímann. 27. mars, fyrsta GSM-símtalið var flutt yfir finnska farsímanetið Radiolinja. Hvað sagði þetta? 7. mars. Næstu í afmælið mitt. Næstu í afmælið þitt. Þeir reyndu að skipuleggja í kringum, það var bara... Já. 1. apríl,
Þetta er nú bara fyrir þig sem ég sagði þinn. Bandaríska sjónvarpsstöðin Comedy Central hóf göngu sína í kabelkerfi. Nice. Sem þýðir hún þá hún jafngöfum mér. 20. apríl, alþingiskosningar voru haldnar. Fleiri listar voru frambúði en nokkru sinni eða 11 listar alls. Og það stendur í nótunum mínum að við sem að fara í leikinn sem við förum í hverju meinasta getur Tótó nefnt alla listana. Wow. Getur nefnt einhverja lista? Af lista? Já, þau var 7 ára gamall. Já, ég var rosalega inn í þessu. Nei, ég get ekki. Það er Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið, Kvennalistinn, Þjóðarflokkurinn, Flokkur mannsins, Frjálslyndir, Heimastjórnarsamtökin, Grænt framboð, Samtök öfgasinnaðra jafnaðarmanna sem var svona joke framboð. Vildu fækka jólósinn úr 13 í 9 og byggja vatnsrennibrautu við Faxaflóa. Bergur Þór Ingólfsson var í eitt af efstu sætunum. Og Verkamannaflokkur Íslands voru þessir 11. Sjálfstæðisflokkurinn sigraði með 38,6% og fekk 26 sæti, sem var 8 sæti meira en áður. Viðeyjarstjórnin var mynduð með Alþýðuflokknum. Og þar með var Davíð Oddsson, sem seinna enda á lista Time Magazine yfir 25 people to blame for the financial crisis, frækt illmenni hérlendis og erlendis, forsætisráðherra, sem hann varð til 2004. 27. apríl. Svo gaf maður kallaðar af ykkur fjölskyldumeðlum hjá mér alltaf. Hvað? Dabbi Kúkur. Dabbi Kúkur. Ég vil Dabbi Kóngur. Já, emitt, Dabbi Kúkur, ég stið það. Já, þetta ólst ég upp við að heyra. Talandum ruslamanni, 27. apríl, Sorpa hófstarfsemi í Reykjavík. Wow. Maður þetta þeim breytingum eða Sorpa þá? Já, bara þetta breyti lífið mínu. Þetta breyti lífið. 4. maí, sænska söngkonan Carola Hagqvist sigraði söngvakeppni evrópsku sjónvarpsstöðva fyrir Svíþjóð með laginu Fanget af en stormvind. Framlag Íslands var lagið Draumur og Nínu sem dúettinn Stefán Eifrið. Þú lítur að minna þessi Eurovision. Já, sjálfsög. Núna ertu hjá mér, Nína. 31. maí, Alþingi kom í fyrsta sinn saman í einni deild. Það hafði starfað í 2 deildum í 116 ár. Úlala. Var það vitlýsingadeildin og kjánadeildin. 1. júní, þú lítur nú munið þessu. Borgarakringlan var opnuð við kringlunni í Reykjavík. Ó já, þetta var svakalegt. Borgarkringlan, ekki borgarakringlan. Þá voru það 2 kringlur hlið við hlið. Það voru ekki saminnaðir, skilur. Nei. Þú ert að fara úr kringlunni yfir í borgarkringluna. Manstu eftir, þú veist, var eitthvað svona eftirminnileg búð sem var í einnig eða veitingastæði, whatever, sem var svona... Nei, ekki svo í munni, sko. Nei. Ég man ekki hver, þú veist, hvort áttu að vera eitthvað munur á... Man ekki, þú veist, tilgangur, akkur var þetta ekki bara... Einmitt. Og svo seinna eitthvað, það er búin saman, akkur var þetta ekki bara strax, þú veist, hlið við hlið, skilur. Já. Já, þetta var eitthvað spennandi, en þetta var rosa spennandi, allavega. Já, það var ekkert mikið að gera, skilur. Nei, þetta er náttúrulega, sko, þetta er alveg 12 árum fyrir smárlindina, þannig að... Já. Hér er komin að stórum og merkilegum degi. 21. júní. Perlan í Öskjuhlíð var vígð og Tóni fæðist. Vá, í Perlunni. Og það er málið. Ég var að taka sopa vatni. Ég vil býða eftir og takk. Móðir minn er náttúrulega Perla. Hún er algjör Perla. Perla manni. Já. Perla konu. Pabbiðin gaf henni á Perlufesti. Ef þú fattar þannig brandara, shame on you. Shame on you. Ég fættist 6:30 minni mig. Ég mani hvort ég fættist... Akkur horfður á mig eins og ég ætti að vita það. Ég veit að þið sjá ekki svipin hérna, en þú horfður með svona spurningar. Mér er spurn. Ég fættist 6, ekki satt. Tók ég á móti þér? Hvað er að þér? Jú, þú fættist 6:30. Kvöldi, þú hérst að vera morgunin. Morgunin, annarkvort 6:30 eða hálf 6, ég er nokkuð við sem hann 6:30. En í dag er ég og Perla nágrannar. Perluvinir? Ég er öfundsjúkur. Ég vildi af hverju skrifa þetta ekki nót, af hverju, allavega. Já, þú býrð bara rétt hjá. Ég bara, það fyrst ég sé því ég stíg út
út úr byggingunni er perlan. Þá býður alltaf góðan dag. Ég segi góðan dag. Jafnaldri, já. Fæðingar systir. 23. júní, fyrsti leikurinn með Sonic the Hedgehog kom út í Japan. Varstu Sonic krakki? Já. Ég trúi því, ég held að þú varstu meira, hvort varstu meira, Sonic eða Mario? Sko, Mario bara var á undan, skilur. Já. Maður var bara í Nintendo. Já. Og svo bara kom þessi nýja klikkaða tölva, Sega Mega. Og Sonic með því, þannig að þetta var bara nýtt tímabil. Þetta var svakalegt, svakalega flott, sko. 25. júní, Slóvenía og Króatía lýstu yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu sem leiddi til 10 daga stríðsins. Og 27. júní, upphaf borgarastyrjaldarinnar í Júgóslavíu. Já. Ég ætla að vera að segja Yas Queen. Yas Queen! En það hefur verið bara mjög óviðandi. Yas Queen. Þú ætlar að segja Júgóslavía. Þú nærði ekkit, góðu. Ég er bara búin að vinna þetta með perluna. Ég veit, við getum, af hverju erum við að taka þetta upp? Ég skil það ekki. Herðu, þetta var bara þátturinn í dag. 1. júlí, fyrrverandi forsætisráðherra Finnlands, Harri Holkeri, hringdi fyrsta GSM. Það er finnskasta nafni, Harri Holkeri. Hringdi fyrsta GSM-símtalið. Hringja símana? Geta það ekki? 22. júlí, raðmorðinginn Jeffrey Dahmer var handtekinn eftir að líkamsleifar 11 manna fundust íbúð hans í Milwaukee. Það var einmitt annar í Finnlandi á saman tíma, hann voru að gera saman á hann. Já. Borða kallana. Ok, nú ég kom ykkur svona lélegan orðagjöns. Finnskan orðagjöns? Nei. Nú, ég segi bara stopp á sjálf mig. Þeir sem að þekkja til Finnlands eru í hláturskasti. Já. Akkurat núna. En manstu eftir, þetta minnir mig á örsöð saga, fyrsta skipti sem ég kem heim til þín. Ég og Ævar kom heim til þín og kærastæðin og sambýliskona, þáverandi, ekki núverandi, var einhvers þær útlöndum og við förum heim til þín og Var það þegar þú ætlaði að fara inn í vegginn? Já, þú átti 2 sturlaða hunda, brjálaða 2 venjulega hunda. Þeir voru klikkaðir. Like owner, like pet. Wow. Og við sitjum eitthvað og tala saman og þú opnar frystikistuna og tekur svona stóra svona kjötbita, eitthvað með beini, og lætur hundin hafa og svo svona horfar á það og segir okkur, hún er ekki í útlöndu. Og við eitthvað hlægjum, ef við tölum eftir það var alveg svona 30% af sem var eitthvað, hann er ekki að djóka. Hann er búin að búta hana niður. Og við erum að fara að lenda í einhverju Netflix dokumentari. Við bara trúðum ekki að hann var actually búin að gera þetta. Hann var bara að gera það fyrir framan okkur og láta hundana geta. En ég meina, sást hann eitthvað tíman eftir þetta? Herðu, ég veit ekki. Fyrirverandi sambýliskona, sko. Þetta var Svenni sem sagði hvað fyrirverandi. 7. ágúst, Tim Þetta er geggjað lag, geggjað lag. 7. ágúst, Tim Berners-Lee sagði frá veraldavefnum á fréttahópnum all.hypertext, fyrsta vefsíðan info.cern.ch var búin til. Tim Berners-Lee vann hjá CERN, European Organization for Nuclear Research á þessum tíma. Enda internetið, veraldvefurinn og allir hlutir, góðir og slæmir í heiminum fjármögnuð af yfirvöldum og svo tekur enga gerin yfir og skemmir það. Við förum í 8. ágúst. Gott að þú ert ekkert pólitískur eða svona. Nei, þetta var djók. 8. ágúst, stærsta bygging allra tíma, útvarpsmastrið í Varsjá, hrundi. Manstu eftir því? Manstu eftir þessu útvarpsmastri, manstu eftir því það hrundi? Nei, ekkert sérstaklega, sko. 11. október, íslenska landslið í Bridge vann sigur á heimsmeistaramóti í Yokohama í Japan. Þetta mann ég eftir. Skál, Bermuda skál. Þú lítur nú að muna því. Nei. Bermuda skál? Davíð Oddsson? Já, býtu. Það er þá. Já, ok. Það er þegar að þeir eru að vinna hana held ég, Bermuda skálina. Já. Held ég.
Væntanlega. Ég man ekki þetta. Nei, ég náttúrulega veit ekkert Brits, en ég held að, allavega. 5. nóvember, lík fjölmiðlakóngsins og svikarans Robert Maxwell fannst á floti við Kanaríeyjar. Hann átti meðal annars The Mirror. Hann faðir Ghislaine Maxwell. Og njósnari fyrir Ísrael. Like father, like daughters, myndi ég sem ég segja. Wow. 7. nóvember, bandaríski körfuknattleiksmaðurinn Magic Johnson tilkynnti að hann væri með HIV sem batt enda á feril hans. Og 20. nóvember, bara 2 vikum setna, Freddie Mercury, söngvari hljómsveitarinnar Queen, lýsti því yfir að hann væri með alnæmi. Hann lést degi síðar. Þetta og ég ekki, þetta hljómar eins og brandarinn, ég bara meina, þetta stórt ár fyrir HVF, stór mánuður fyrir HVF. Já, svona fyrir awareness. Já, og fyrir, að þetta getur komið fyrir hvert sem líka Magic Johnson, var Magic Johnson samkynhneigður? Nei, hann giftur á 40.000 börn og eitthvað. Einmitt. Þannig að þetta svona, einmitt, býnir svona normalis að sýnda að þetta væri. Já, svolítið, þetta var náttúrulega, þessi getur fengið það. Já. Þú veist, þessi successful körfuboltamaður, gift, þú veist, gagnkynhneigður, þú veist, já. Einmitt, þá hefur við kannski takið þessu alvarlega. Já. Og gera eitthvað í. 29. nóvember, kvikmyndahúsakeðja Árna Samúelssonar tók upp nafnið Sambíó. Nice. Og loka atburður sem þess virði að nefna á þessu ári, 27. desember, Sovjetríkin voru formulega leyst upp. Það svoleiðis. Þetta var árið 1991. Í nótskurn. Wow. Kvikmyndir 1991, það kom 2 íslenskar, annars vegar Hvíti víkingurinn eftir Hrafn Gunnlaugs og svo Börn náttúrunnar. Já. Sem tilnefnd var til Óskarsins. Það var 91. Það var 91, neina sanna. Já. Þetta var stórt. Þetta var stórt ár fyrir íslensk kvikmyndagerð. Ég fann hvergi vinsældalista yfir kvikmyndir í kvikmyndahús á Íslandi, en í Bandaríkjunum voru það myndir eins og Terminator 2, Robin Hood, Prince of Thieves, Hook, Silence of the Lambs, JFK, Þín uppáhalds, The Naked Gun 2.5, The Smell of Fear. Óskarinn það ár fór til Silence of the Lambs, sem vann allar topp 5 kategóriunar. Besta mynd, leikari, leikona, handrit, leikstjóri. Já, þetta líka ár þá kom út myndir Problem Child 2. Já. Gilbert Gottfried var í henni. Já. Fórstu hann í bíó? Nei. Ok. Fríð og dýrið var fyrsta teiknimyndin tilnefnd til Best Picture. Og myndir sem kom út þessu ári sem eru tilnefnd til Óskars næsta ár voru myndir svo Scent of a Woman, Unforgiven, My Cousin Vinny, meistaraverk, The Crying Game og Aladdin. Þetta þrusu ár? Þetta þrusu ár, 91, fyrir bíóbransan. Aladdin, það bara uppáhalds Disney mín mynd, Aladdin. Kannski út af akkur hvað ég gamall þegar hún kemur. Já. En já, bara... Þú þar með, mín uppáhalds, Aladdin alveg í topp 5, mín uppáhalds Konungur ljóna, þá ertu orðin 10. Nei, það ekkert og gaman fyrir. Nei, hún bara, held ég sé í öðru sæti hjá mig, Já, þannig að þessar 2 bara akkurat aldurinn og þú veist. Já, þetta náttúrulega sterkur tími fyrir Disney. Já. The Disney Renaissance, eins og það kallar. Já, kallar. Tónlistarárið 1991. Getur þú giskað hvaða lag hafi verið númer 1 á Billboard Year End list? Don. Nei. Með Vanilla Ice. Vanilla Ice, nei, það var ekki það. Ég held að það kom út í dag árið eftir, það var 92. 92, ok. Já. Það var, við nefndum, það var smá hint á þann, það var þemalagið úr Robin Hood, Prince of Thieves. Já, það Kiss from a Rose? Nei, það var mann, já, það Bryan Adams? Já, ég ætlaði að segja, hann kom til Íslands daginn. Everything I do it for you. Wow. Svo var að lögum... Það bara mættur í stúdíu. Svo var að lögum svo Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about... Svo er það Everybody dance now.
Þetta þrusu ár sko, heldur áfram með Unbelievable, sem samplar hérna samplar Andrew Dice Clay hann segir hann var alltaf með Hickory dickory dock Unbelievable cock hvað sem hann sagði með sígarettunum í lettaranum herðu, ég var nú bara ég verði að skjóta inn að því ég er að vinna sem leiðsögumaður og það var bara ekki svo langt síðan, bara nokkru mánuðir og þá var ég að spjalla við ykkur á konu frá New York og hún var eitthvað að spyrja, þú veist, hvort ég var bara í þessu eitthvað, ég sagði, ég var í uppistandi og hún eitthvað, já, frændi minn eða þú veist, frændi minn og okkur finnst hann ekkit fyndinn, öll fjölskyldan finnst hann glataður og eitthvað, já, hver er það? Ég veit ekki hvort, þú þekki hann ekki Andrew Dice Clay ég eitthvað, The Dice Man og hún eitthvað, nei, fílar hann öll fjölskyldan þólir hann ekki ég sagði, hvað maður hann var náttúrulega rockstjarna grínsins á fyrir tíma sko. Sagði ekki við hana bara Hickory dickory dock hey stereo bullshit okay. I don't want anybody else when I think about you I touch myself þetta svakalegt Summertime Good Vibration með Marky Mark Losing My Religion Enter the Sandman Cream, Prince og lag sem að komst ekki á Year End Top 100 1991 en kannski frægasta lag þess árs og það Smells Like Teen Spirit pældi því fyrir þig þá get ég upplýst þig að Prodigy gaf út sín fyrstu lög og fyrstu EP They go with lögin Charlie og Everybody's in the Place Everybody's in the place Já og svo kom út ein af mínum uppáhaldsplötum sem Blood Sugar Sex Magic með Red Hot Chili Peppers Já Íslensk lög, það stjórnin Láttu þér líða vel GCD Mýrdalsandur Já sem ætti að heita það rétt, nú ég í upptöku þannig ég kannski lítið svo halvviti en það lag ætti að heita Jökulsárlón vegna þess að fjallar skelfilegan glæp sem gerist 82 eða eitthvað hjá Jökulsárlóni eða austan við Jökulsárlóni ekki nálagt Mýrdalsandi eða svona meðan við hvað Ísland en þú kannski segir Bubba ekkert ég skal ekkert, nei en það spurning af hverju þetta heitir það já það ekki, hefur hann ekki bara verið út og kóka við erum bara að tala það sem gerist á Mýrdalsandi nýdönsk Alelda og Sálina Sjónsmins það ekkert sem breytir því ég bara agndofa yfir þessu ári sko. og svo kannski bara fyrst þú nefndi það Sugar Cubes með Hit eina sem mann úr Hit hérna oh that really hurt það að þarfst að muna eitthvað með það held ekki Sjónvarp árið 1991 ég ætla bara ég get upplýst þig það að Ríkissjónvarpið sýndi 14 og 16 vinsælustu sjónvarpsþáttum landsins 91 getur þú giskað hvað var nummer 1? Derek það var ekki Derek, það var ég get gefið hint, það var íslensku þáttur bara fréttir nei byrju 91 fréttir voru nummer 2 Hemmi með 56% áhorf pældu í því 56 hvað ár ætla hann að farið þarna út hann hefur gert söguna þegar hann hitti David Letterman segðan aftur ég rámar það allan að eitthvað svona þú veist Rúf eða eitthvað sendir hann og eitthvað eða þú veist eitthvað bla bla þeir fara sem sagt á vegum Rúf og fá að heimsækja ekki NBC? CBS já fá að heimsækja CBS og svona skoða bakvið og þeir eitthvað svona bara eitthvað svona smá læra og eitthvað og hérna svo þú veist þeir fá að fylgjast með tökum á David Letterman og eitthvað og það eitthvað svona hann svona David Letterman Íslands og eitthvað svona já hvað hérna hvað er það að fá mikið áhor eða þú veist þannig að eins og hvað var það 56%
ég held mér að það var meira sko, þetta var Já, þetta var 91, það verður 80 verið meira sko. Já, hann bara, þú veist, já, mesta 86%, eða þú veist hvað og það leiðnast í yfir degið eftir mann, skilur, hann bara eitthvað, hversu ríkur ertu? Hann eitthvað, sko, ég er frá Íslandi, sko, þetta en hann var bara, þú veist, ég man ekki, það var eitthvað mjög lág tala samt sem hann var bara bílum fyrir, ef þeir náðu yfir 10%, það bara en veistu hvað, það er marga milljónir manns að horfa, skilur, en það var bara bílun svo segir hann eitthvað, bara, hann bara hvað er það, hann var so impressed skilur, hann ekki, nei, við erum bara 14 á það, skilur við höfum 2 sjónvarpsstöðvar var það ekki, jú það var hann með Gunnið ekki, það sem þeir gerðu svona þeir fóru út með kamerur og þeir sögðu það allir sem er að horfa á slökku ljósin og það var bara öll borgin bara í svörtu hugsaður að vera með svona þátt sem bara öll þjóni límd við svakalegt betri tímar einfaldari tímar, flotti tímar ekki kannski fyrir alla, en fyrir ef þú varst hemmigun og varst í sjónvarpinu þá var þetta betri tímar þetta var mjög góð tímar fyrir hemmigun þú giskaði fréttir sem var í öðru sæti í 3. og 4. sæti jafntefli get ég upplýst að það eru þættir manstu gamla daga og Lotto fólk satt fast við þannig að það var náttúrulega ekki þú þurftur að horfa eða þú kannski spurt einhvern nágranna eitthvað ef það var ekkert net eða þurftur að bíða þannig til morgun þú veist, þú vildi vita í dag var ég að vinna þessar milljónir sem reyndar þetta var 91 fyrst vinningu 600.000 krónur þú er bara set for life 7. sæti var Cosby ekkert náttúrulega um það við skulum það sem maður vissi ekki nei, nákvæmlega einfaldari tímar Jello hvað eru góðir en hann var samt svona hann var talandi þú með kjötleikinn og þjóðdrast samfélagsgrunaðina hann var ofta ekkert að fela það var þáttur til dæmis að sem hann þeir voru að grilla grillsósan sem hann lét alla fara að sofa special grillsósa hann, þú veist og hann talaði um spenningsfly þú veist, hann var ekkert að það er bara, fólk var ekkert blinda á þetta bara en það er náttúrulega með svona stórklæfumenn og kannski minni en þú veist, Ramón ekki og svona þannig það er náttúrulega þeir vilji láta nást þú veist, þeir eru alltaf bara svona kalla á þeir eru alltaf bara, þú veist, mæta á scene of the crime og gefa ykkur hints þitt persónulíf 91, getur þú frætt okkur um það? 91, ég er 8 ára gamall í Seljakverfinu manstu eftir 8 ára afmæliðinu svona cirka, þú veist, var þetta þú býrði Seljakverfinu, varstu fluttur í Strandaselið? Sko, nei en það eru mikla breytingar hann að mamma og pabbi skilja því 7 ára þannig að ég og mamma erum að flytja í Kambaselið ég er 8 ára þannig að ég er í Kambaselinu fyrir frá úr Kaldaselinu í Kambaselinu og glænýtt skilnaði bara já og nei, já, við reynda fórum í eitthvað svona fyrst held ég í Flúðaselið eða eitthvað svona tímabundið og svo í Kambaselið, já og þar var ég að láta fólk vita að þau voru skilin og ég var öskurinn á gluggan mamma mín og pabbi líka skild og fólk hugsaði make a sense ég veit ekki akkur ég þurfti að öskra þetta á fólk það fólk sem bara labba í saklið sínu framjá mamma mín og pabbi líka skild líka, þú veist þessu var svona montamöði, skilur na búb, þú veist það var næst því já, ég man að ég spilaði mikið leik sem hitt Uncle Fester og ég og bróður minn gerðum það tölvuleikur sem það og Adams Family spin-off býst ég við Uncle Fester og það var bara leikur Uncle Fester eitthvað, það var geggjaður leikur sko á þá Nintendo eða já, minni það, nokkuð viss og ég man að bróður minn sinns mamma fór að vinna og bróður minn átti að koma í skólan og ég svona bara sagði milt í manum, hann ekkert mál Þóruldur veikur og við spilum Uncle Fester og já
Þetta fint núna, ef að mamma að hlusta Já, getur ekki brjálu til bróðum mín. Þetta fint. Og skólinn getur heldur ekki sendir heimanám sem Ég mæli með eiga meðverkan bróður. Já, sérstaklega alltaf að hann alveg mikið eldri þú, þannig að hann gat gert, þetta var ekki 2 árum eldri. Nei, hann hefði klálega átt að hafa vit fyrir senda barni í skólan, skilur. Hvað, viltu sleppa skólan? Já, ekki málin. Já, ég náttúrulega var bara nýfættur hana. Þú bara Gúgú-gaga, bíja á Laugarnesveginum. Leist svolítið út eins og Uncle Fester. Ég bara nákvæmlega. Varstu með skegg þarna? Ég sé einhvern veginn fyrir mig. Ég held að það veri eini tíminn á ævinni þar sem ég var ekki með skegg. Sem bara að þú varst bara með, eða þú varst ekki fúlskegg, þú varst bara með gótí. Það fyrsta sem kom út svona þegar, sést í höfuð, nei það sést í skeggið. Hvað er það margir sentimetrar? Þá var ekki að tala hvað er komin í útvökin. Það eru 6 sentimetrar skeggi komin út. Þú ert að fæða skegg bara. Já, ég var mjög krúllið badd, sko. Já, ekki trúið því. Var ég búin að segja þetta, ég er örugglega aldrei búin að segja þetta er ekki merkileg saga, en fyrst við erum svo mikið á endan tíma, og það skal ég segja örsveit sögu sem er það ég bjó Laugarnesveginum, man ekki númer hvað en ég man húsið, þú veist. Okay. Áramótin minnir mig 13-14, eitthvað slags, að þá er ég að taka taxa heim og það er svona, þú veist hvernig taxar, þú veist bara helgar en þetta var áramótin, skilur, það var bara chaos, það var hann hjá Lækjartorgi og ég var mjög nálagt taxanum og það var svona frönsk stelpa sem að einhver íslensku gaur var mikið að áreita, eða svona mikið, þú veist, og var eitthvað að, svona, og hún augljósaði ekki á og hann var eitthvað, yes, eitthvað, come in this taxa eitthvað, og ég, pínu drökki, var bara eitthvað, potið inn og segi eitthvað, you said you were gonna ride with me, I will take this, eitthvað, og hún eitthvað, yes, og ég svona, við förum í taxan, hún eitthvað, yes, og segi Laugarnesvegur eitthvað númer, og hún eitthvað á per og eitthvað við tölum eitthvað, svo komum hún, þú veist, og leggur taxan og þá er það bara það sem að ég fættist bóksarum bjóð þegar ég fættist. Og varstu svona krýpa að segja það eitthvað? Já, ég tók hún lærin og var eitthvað, nei, ég held ég að vera bara, yes, we're born, og svo eitthvað bæ, og svo fór ég heim og svo en ég klifði þessu út. Já, skrýndu þú ekki saman þessu sög á þess. Við erum rosalega hissa. Við erum bara búin 48 mínútur og við eigum bara einn lið eftir. Okay, og það er við skulum dempa ljósin, dempa raddirnar, dempa stemninguna. Það eru dauðsföll 1991. 17. janúar, Ólafur 5. konungur Noregs. 1. febrúar, Jóhann Brím, íslensku myndlistarmaður. 10. mars, Jóhanna Kristín Ingvadóttir, íslensk myndlistarkona. 16. apríl, David Lean, bresku kvikmyndaleikstjóri, legend. Hvað myndir hefur hann gert? Lawrence of Arabia. Já. Dr. Zhivago. Ok, já. Madeline. Já. 28. september, Miles Davis, bandarísku tónlistarmaður, deyr. 24. október, Eugene Wesley Roddenberry, skapari Star Trek. Ok. 24. november, við rættum það aðan, Freddie Mercury, breskur söngvari. Uppbólsöngvari móðu minnar? Já, ég trúi því. 5. desember, Richard Speck, bandarísku fjöldamanningi. Blessu sem minning hans. Ég fatt ekki því að ég var að skjóta niður, kannski þetta var ekki að enda á ráðmóninga. Fjöldamanningi. Kannski ekki. Býtu, en það þýðir að við höfum aðeins tíma til að googla Richard Speck og hvernig hann drap og af hverju. Was an American mass murderer who killed 8 student nurses. Ok, herði, við skulum bara enda þetta hér. Endum þetta á svona einhverju skemmtilegu. Oh my god. En hvað, já, býtu þú, fjölskylda þín bíl hvar þú ert að fæðast þarna? Laugarnesvegur. Og voruð búin að vera það lengi, eða? Nei, alls ekki. Ég var að vera 16 ára gamall, ég var að byrja í framhaldsskóla þegar ég hafði á fyrsta skipti á ævi minni búið í 2 ár í sömu íbúð. Já. Voruð þið svona duglega að flytja? Já, mjög duglega að flytja. Við líka. Nema, sem sagt, síðan ég var 10 ára þá var mamma búin að búa á sama stað, en fram að 10 ára aldrei þá,
ég veit ekki hvað komdu með mér í rúndinum seljakverið ég bjóð þarna það og ég gera það í hvert skipti það alltaf hjá gaman og Kristín sem ég býð með lífsförunautur sambíl ég þarf að finna alltaf svona ný starfsheiti á hana já, ok, ég var að munna eitthvað orð alltaf svona, já, ég veit að þú er búin að segja þetta hvað skýt sem kerum hérna drottning lífstíns já. Spúsa ég ætla bara að finna svona orð þannig að já, þetta var ætli það sé ástæðan fyrir að við erum eins og við erum að við vorum alltaf að flytja ætli það sé hafi skemmt okkur já, ég held að svona, þú veist, þú treystir ekki hérna get ég verið og verið öryggur Vá. Líf okkar verið rifið frá rótum og þú þurfa að byrja upp á nýtt aftur finnst þér eitthvað um að vera öryggur? Nei, nefnilega finnst þér létt að flytja þú veist, ertu búin að toucha þig við einhvern stað? Nei skýtlétt að flytja þannig að þið líður aldrei eins og eitthvað staður sem út á er actually heimilið þitt það er rétt að þér þetta er djúpt og þess vegna kannski sem okkur líður eins og uppistandi sé heimil okkar í raun og veru. Vá, þetta er djúpt. Eina heimili sem við mátt til lengri tíma. Já, við áttum bara eitt heimili í uppistandinu í smá tíma og það var Secret Cellar. Það var tekið frá okkur. Við höfum þetta enda með Richard Beck. Það var minna depressing. Fyrir okkur persónlega en kannski fyrir fólk svona almennt þá skára að þau heyrðu eitthvað búhú í þetta flytja. Ekki eitthvað fólk var myrt, skilur það er rétt að þér ekki já við vorum búin að plana það í síðasta þætti að fara 91 að það fættist og fara svo 83 já. Ég mín til það þú samt segir að þú ert ósammála þú ert með 50% aðkvæða okay. Ég segi við býðum eitt þátt frá 83 hoppum aftur fram þannig að við séum að fara svona aftur og fram þannig að við séum ekki að fara þú veist, tilbaka til 91 og svo aftur tilbaka til 83 okay. að við svona Ég var taka, ertu með ykkur að... Nei, ekki sérstaklega, nei. Við dætti í hug 2000. Tjóðilega, fucking til það. Af því að ég var að muna á þann að það að þú dalt spyrum alltaf hvað ég var að gera ármótunum. Og ykkur lutuðu vegna á manni hvað ég var að gera ármótunum 2000. Þannig það var ekki merkilegt, en ég get sagt þér hvað ég var að gera. Ég get ekki beðið. 17 ára, Tótó. Herðu, þetta er ekki cliffhanger fyrir áhörðu, þá veit ég ekki hvað. Þetta verður gjörsamlega umulig saga, en ég man bara hvað ég var. 2000, er það ekki gott ár? Það er stórt ár. Já. Herðu, við sjáum ykkur. Við sjáum ekki neitt. Við heyrumst. Árið 2000. In the year 2000. Bless ykkur.